Djöð og Mötlum Crew komnir á fóninn. Það klikkar ekki. Það klikkar ekki. Það frekar fyrir daginn. Nei, það verður veistla hér hjá okkur í dag eins og alltaf. Ég er með jógurstrúsinu fyrir þennan, vilt? Ég er góður bara, takk samt. Hvernig ertu þennan föstudaginn, Egil Einarsson? Ég hef ekki verið betri. Aldrei verið betri? Nei. Já, gott að heyra. En það er haustið búið að kikka vel inn, sko. Já, laufinu fann að detta trjánum og svona. Já, það er orðið kallt, sko. Já. En samt ekki, þú veist, það er samt ekki alveg komin úlpa eða? Nei, ekki úlpa. Nei. En ég á ekki úlpa þessi, í tíndinni. Það er bara eina, tíndinni. Þú ert líka alltaf bara á peysum? Já, ég er með BS gráði að tína fötum í því hvernig verða þessu, í álunni. Já. Og bara tína svo að treysa úlpa. Hvað er þetta að skilja þetta eftir? Ég veit það ekki. Ég skilji hvernig tínum var úlpu. Má segja maður það? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei tínt úlpu. Eitt sem ég ætla að segja er, Blöð, byrja bara á því. Hvað er með? Þetta verður frábært dagar okkur félagum í dag. Já. Ég er með glaðning fyrir því í dag. Ok, það því sem sagt það er eitthvað ömulegt fyrir mig. Hvað mennur þú? Það því. Alltaf þú ert komið með, ef þú ert með glaðning eða ert með eitthvað óvænt andað mér, þá er eitthvað sem að ég er oftast ekki ánægður með. Ég skil það ekki alveg, sko. Það ég er að gera þér mikinn greiða nú. Ekki segja mér að sé eitthvað first date viðbjóður eða eitthvað svona. Nei, þú ert búinn að banna með það. Já. Og líka, þú hlustar nokkið alltaf þegar ég tala við þig. Nei, en bara, ég nenni ekki að þú öskrar á mig enn að ferðin þessu first date dæmi sem ég gerði fyrir þig. Já, bara óþólandi. Ég hafði að fá velun fyrir að vera álöfu félagi. Já, fyrir að reyna að selja mig og svona að vinni. Nei, bara reikalega fallegt það Við ætlum að velunaði fyrir það maður. En hvað eru við með fleira á dagskránni í dag fyrir þetta glaðningin minn? Við erum með, við ætlum að hringi í JGG, Lemon Boy eftir, því að hann átti afmæli í gær. Já. Verður við ekki að bögga hann eins á því? Jó, Jón Gunnar Gerdal, 39 ára. 39 ára maður. Já, pælti því. Já, hann lítur ekki út fyrir það. En ég held sko að Jón Gunnar, svona, ég held að hann verði toppa, sko, 50. Já, hann er alltaf á uppleið. Og þú sér það svo Clooney, veist, hann er aldrei verið myndalinn akkurat í dag. Nei. Og þú sé mynda Clooney þegar hann 20. Já. Að helmingi ófriðarinn núna. Já, hann er svo gott rauðvin, hann verður bara betri með aldrin. Já, ég held að John Gunnar sé þann líka. Svo erum við með sturla staðreyndir á sínum stað. Já. Við ætlum að fara í Brian Ecclepen keppnin okkar. Já. Ég er þetta finnur rætt við það. Já, við það er mjög steikt. Men, náttúrulega, við erum að fara að keppa, hver er betri Brian Ecclepen? Já, ekki? Sko þetta er náttúrulega, þetta er þín hugmynd, eins og allt sem að tengist þessum einstakling. Þú virðist vera með Brynjar Már á heilanum, Egill. Ég er ekki með hann á heilanum. Jó, það er alveg, það bara kemur ekki föstudagar að þú heimtir að við gerum eitthvað sem tengist honum. Ef það er ekki að lesa Facebooki hans þá er að fara í keppni, hvor okkar er betri sem hann. Ég er bara huge fan. Þú ert reyndar huge fan. Hann er mjög, veistu hvað stendur á Facebooki honum? Hvað? Stendur svona about, og það stendur svona hvað þú gerir og hvað. Music director at FM 95.7 and singer-songwriter at Brynjar Már. Hvað ætla að gera þessu? At Brynjar Már. Þess að þú væri með bara music and bara radio and TV host at FM 95.7 at Öddi Blöð. Þú ert að vera að vinna með þetta. Ég er aftur að gera það. Svo er, náttúrulega stjórnlega staðreyndir og fleira. Svo fáum við góðan gest til okkar. Það er einn heitasti söngvari landsins, Steinar, sem ætlar að koma til okkar og taka föstudagsslagið. Þannig að það er nóg að vera hjá okkur. Já, Steinar, The Rock. Já, The Rock, og hann syngur á ensku. Og þetta er svona, þegar ég heyrði lögin hans, þá kom mér óvart þetta var Íslendingur. Hann er hrikalega hæfileikaríkur. Ég held að þetta væri bara eitthvað nýtt að utan. Já. Kallar hann sér The Rock, eða kallar hann sér Steinar? Kallar sér bara Steinar. Okay. Þú getur líka, ert þú ekki með fullt af góður ráðum handunum þegar hann að detta svona inn í tónlistafransan? Jó, ég þarf að fara auðvitað með honum. Út af því að málið, hann má alls ekki láta þetta stígast þetta höfuð, sko. Ungur og vittlusun eins og þú varst í Mercedes Club. Já, ég skal bara rifja upp tónlistaferilinn minn og fara að segja þetta með honum. Já, tónlistaferillin, það er sem sagt að þú varst í Mercedes Club, eða ekki? Jó. Og hvað brosur þú? Hvað var það hérna? Hvað skýta glott er þetta? Hvað var það áttur langur tónlistaferill hjá þér? Það var mjög langur. Og erfiður og skrítin tími í þínu lífið, ekki? 7-8 mánuðir. Já. Það var 7-8 mánuðir á ruggli, sko. Þú myndir aldrei höndla þetta, en ég get lofaði því. Byrjar með þetta. Ég hef aldrei skiljað þetta okkur og ég myndi ekki höndla. Þú myndir höndla tónlistabransan, eða ekki, svona 2 vikur. Síðan varum við game over. Já, ok. Það bara að ferðast á Blöndós bara með túborg í skottinu. Það er ruggli sem fylgir. Já, það eru Blöndal og Egill Einarsson með ykkur hér á FM. Hér á FM, maður. Og það er komið að slúðri hér hjá okkur strákunum. Já. Og ég er með svona ef ég var alveg hreinskilinn lélegt slúður í dag sem ég er nú alltaf við hlustum, nei, ég er bara ekkert með neitt
rosalega, ég ekki með neitt krassandi slúður. Þetta bara svona basically að sem að fólk veit alveg hvað í gangi, sko. Fæst þetta bara að senda hana að pakkanum hana? Fæst þetta að senda pakkana ekki? FM-breppinu, já. Það alveg málið, það vandamálið blöð. Þú að sækja slúðrið, sko. Ég reyndar að gera það líka, ég fer út allt að leita slúðri. Ferðu á PerezHilton.com. Já, ég kíkja á hann líka á stundum eitthvað. Hann með slúðrið, þú fær slúðrið beint í það, sko. Já, það eitthvað aðþeimt út að held ég. Nú? Já, bara myndirna sem hann að setja þar inn á sjálfum sér og eitthvað, hann voðalega. Já, hann orðin að hot celebrity núna, út af þessar bloggsíðu, sko. Já, spáði það, maður. Hann byrjaði með þetta blogg og hann a hot celebrity í þetta. Alltaf það teiknandi eitthvað inn á myndina, svona... Já, og svo bara, mér finnst hann bara eitthvað kjánalur, sigur. Okay. En slúðrið, já, það ég ætla að byrja að segja ykkur frá, ertu búin að sjá nýja vídeo með Rihanna? Já. Þar sem hún að strippa og fleygja pening. Já, ég sá það mitt hérna í morgun. Já, þetta vídeo sem sagt komið út allt núna og hennar nýjasta og ekki að fá góða dóma hjá fólki í bransanum. Nei, því að nú vilja menn meina að það sé bara dottin inn nett samkeppni hjá þessum stjörnum eins og Rihanna, Miley Cyrus og fleirum, bara hver getur sjokkerað mest, basically, sko. Já. Og þetta sko, það alveg málið, sko, vanalega hérna eins og á YouTube. Já, hún að strippa í vídeóna, hún mikill áhugamaður strípistæði, hún Rihanna. Hún tala mikið þá og stundar það mikið. Já, ég með hann á Instagram og það nú bara alltaf... Önnur myndið hann það strípistæði, sko. Já. En málið að vanalega, áður en að fóra að gera svona gróf vídeo, þá voru það alltaf að fá 200.000 like og síðan kannski 1-2.000 dislike sem einhver leiðenda pissar hendinn. Ég hef aldrei fatt að típuna sem setur dislike á YouTube-vídeó. Nei. Það var til dæmis einhvað ógeðslega flott lag sem kannski komið með 200.000 likes, svo 1.000 dislike. Já, bara... Hvaða leiðinda pleppar fara inn til að setja dislike? Sumir eru bara leiðinlegir. Það er bara sumt fólk leiðilegt, punktur. Málið hell of a pointer, Gilsi. Og það sem svolítið spes að Rihanna lendir núna eitthvað sem hún aldrei lendi áður, að hún komið 100.000 like á vídeo á YouTube og 45.000 dislike. Vanlega voru verið með 500.000 like og 1.000 dislike. Já, og lítið dislike. Og Miley Cyrus náttúrulega með þetta bara jafnt. Já. Eftir að hún fór yfir strikið. Þetta bara allt og mikið. Já. Þannig að en Rihanna mér finnst þetta samt, þetta nú ekki samt, þetta er ekki jafnsamt gróft úr sem Miley Cyrus hefur undan. Nei, menn svo náttúrulega Miley Cyrus, það líka allt vitlaust út af þessum myndum sem einhver ljósmyndari var að taka henni og líka, hefur þú séð það? Það búið að fara eins og eldur sinnu. Hún nánast ekki í neinu og ljósmyndarinn sko eins og hann sé nývatnaður og búin að kýla fötu og hann ógeðslegur í útlitinu einhvern veginn. Og það komið út allt og það eiginlega sko alveg sama hvaða slúður pakka ég fer inn á, hvort sem á breppinu mínu eða inn á þessar síður. Miley Cyrus alltaf efst allstaðar. Hún bara svona, hvað segir maður, umtalaðasta celebrity í dag. En við þurfum að gefa henni það, hún hendi sér í þetta with a bang. Fyrir 2 mánuðum var enginn að pæla í henni sinni. Síðan hún bara hitt okkur PR-sérfræðing, núna tekur þú okkur 3-4 vídeo, nexlar alla, finnur ykkur ógeðslega ljósmyndara sem tekur myndar á nýju vögnu. Sástu hann? Sástu hennar ljósmyndara? Bara upp á hvaða hólu var hann að skríða? Og við bara hjólum í þetta núna. Nú verður bara all in. Hún komið 221 miljón views á Weekend Stöð á YouTube. En sem heldur gott. En málið hún með 1 milljón like, 889.000 dislike. Þetta næstu í 50-50. Já, það þetta svolítið mikið, 899 dislike. Já, það út af því að þetta hneykslunartaktikinn hjá þessu PR-gæja hjá henni hún virkaði ekki alveg. Nei, svo hún byrjuð að hnakkrífast við Sinead O'Connor. Ekki hnakkrífast við Sinead O'Connor? Nei. Hvað gerði Sinead O'Connor núna? Sinead O'Connor var nú bara að reyna að hjálpa henni. Var að segja henni að hætta þessari hegðun sinni og eitthvað og sendi henni svona opið bréf á Twitter. Okay. Og Miley Cyrus fór bara að rakka henni niður, svaraði henni með að setja einhver gömul, ég vissi það reyndar ekki, Sinead O'Connor, hún fekk fyrst eitthvað taugaáfall fyrir árið eða 2 árum síðan. Nýtt hún að taugaáfall gegn henni í þessu Twitter-stríði? Já, því að þegar Sinead O'Connor fekk sitt áfall þá var hún að setja inn eitthvað rugl á Twitter. Og Miley Cyrus var að nýta sér það og var að retwitta því núna og var að segja að ok, Amanda Bynes og Sinead O'Connor eins og það var svona saman í hóp sko. Já. Þannig að Miley Cyrus plays hardball ef hún að fara í Twitter-stríð. Já, hún fór... Hún ekkert að grínast neitt sko. Nei, ég hef verið þarna á milleri, ég sagði try to keep the gloves up, Miley. Þetta var fullt gróft hjá henni, sko. Og Sinead O'Connor núna brjáluð út. Já, sér Rihanna hendi svo lagi Power It Up, hún uploadaði svo YouTube í fyrradag í rólehitunum og hún komin í 9 kúlur. Já, sko. Þú hefur mikinn áhuga á hversu margir horfa á vídjóna á YouTube. Ég fylgist mikið með views og like og dislike hérna. Hvað endaði Reign Over Me hér, sem varst alltaf montað að vera komið í 400 miljónir? Síðan ég tjekka á því að var að skriði 500.
Já, 432 million views Blöndal. Þannig að Reign Over Me ætlar ekki að ná 500 milljón eins og þú helst. Já, það er alltaf ömulegt að fara í 432 miljónir. Nei, þú sagði myndi alltaf leika sér að það fara í 500 milljón. Það er 100%. Ég er bara að segja Þetta er ennþá fljúgandi siglingur, sko. Ekki þetta marka hvað það segir. Það var gæja hendin kommenti bara fyrir nokkuð sekundum hann. Nú, hvað skrifaði hann? Thailand, skrifaði hann. Það er að fá Thailandi. Og það kommentið hans? Setti Thailandin, ég veit það ekki. Bara eitthvað vitlisingur, setti Thailandin. Ó, frábært. Þú sagði hvað sé þetta komment, ég las eftir það komment, slaka á. Frábært komment maður. Það er greinilega allir með á Og ég skrifa Æsland núna. Allir á svipuðu reki að horfa á þetta vídeo sem fáum auglýsingar og svo heldur það fram. Stöð 3 og Krakkastöðin verða í Kringlunni á morgun. Frábær skemmtun fyrir börnin klukkan 1:30. Tónlistaratriði, dans, andlitsmáling og blöðrur. Komdu og vertu með Stöð 3 og Krakkastöðinni í Kringlunni á morgun klukkan 1:30. Stingandi djöflaaugu. Hókuspókus.is. Nýtt í bíó á About Time. Nýjasta mynd er Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handritshöfund Notting Hill og British Jones Style. You can travel in time. Frábær rómantísk gammamynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Oh, shut up, you smug. About Time. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Fókus. Nýsending af Converse og Vans. Fókus Kringlunni og Smáralind. Notendur metanbifreiða athvíð. Ólís hefur opnað nýja og fullkomna metanafgreiðslu á Ólís-stöðinni í Mjódd. Taktu grænu skrefin með Ólís. Ólís, vinur við veginn. Það er að koma. Alterna. Happy Hours, milli klukkan 16 og 19 í dag. Fridays Smáralind. Prófaðu eitthvað nýtt í tilefni af meistaramónuði. Grunnnámskeið hefjast 7. október. crossfitkraftur.is. Korputorg er 5 ára og heldur upp á það með blöðunum, salgætu og frábærum tilboðum helgina 4. til 7. október. Komdu á Korputorg. 30 kúlur. Bjórfaldur lottabátur stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Veislan heldur áfram í enska boltanum í október og allir leikirnir með þínu liði. Okkar menn verði eldlínunni, Aron Einar og Gylfi Sig. Baráttan enska titilinn hefur aldrei verið meira spennandi. Ná rauðu djöflandir í Manchester að rífa sig upp. Nær Liverpool að halda sér í topparáttunni. Nýjir stjórar mætast á Stamford Bridge. Chelsea, Manchester City, Messan. Frábær þáttur með Gumma Ben alla mánudaga. Allt það markverðast á enska boltanum. Hvað þið gera? Af hverju dekkar hann ekki? Sport 2. Enski boltinn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. FM 95 Blö á FM 957. Það eru 2 harðir eða 2 hard með ykkur á þessum föstudegi. Og já sko, það er náttúrulega alltaf merkilegt þegar föstudagur. Það er alltaf merkilegt. Já, en í gær var mjög merkilegu fimmtudagur. Ok. Því að góðu vinir okkar, Nonni Tattoo, Nonni Plug, The Tatman, Lemon Boy, hann átti afmæli í gær. Já. Og Birthday Boy og hann er náttúrulega sko góðu vinur þáttarins, við erum nú heyrt reglulega í honum. Já. Og ég var að spá, ég verði ekki að ringi í hann og óskar hann til hann ekki með daginn og... Það var eiginlega dónaskapar á okkur félagunum að heyra ekki í honum. Já. Og hvað er hann gamall? Hann er 39. 39. Já, það er ár í að hann verði 40 og það sem ég var að hugsa. Hún lítur út frá að vera ekki degi heldur en 21 árs, sko. Nei. Með þetta þykka, flotta hár og allt bara í standi. Og að tett, þið var allir í höndinni. Já, bara, veist, við þurfum að horfa á hann, bara, veist, tattoo, bara slífaði niður. Já. Flott, dögt hár, maður bara svona, hvað er þessi gutti 21 árs eða? Það sem ég var að hugsa, tattooið, hann heldur í hann heldur bestu partí í heimi. Já. Og það er nóg hann að vera að kaupa sér nýja Converse skó, þá hendur hann í partí
það sem er sko elgleipir og trúður og blöður. Hvað gerist þegar það verður fertur? Hvernig partí verður þetta? Og sko þegar hann göpir sér Converse og hendur í partí og þá er Converse tema. Það er allir að vera í Converse. Hvað gerist þegar nonni tattoo, nonni plugg, nonni partí hendur ammælið sitt? Já, ok, ég hringi hann og ég ætla líka að segja við hann hérna við að maður að gefa honum gjöf. Eitthvað tengt þetta að maður, hann alltaf væli yfir að sé engin ríkur á milli Lemon og Joe and the Juice. Þannig að segjum að við ætlum að gefa hann það í gjöf að fara ekki aftur á hann því að hann þóla ekki staðar. Vinnum í þetta. Má sjá. Förum aðeins að vinna með þetta. Já, hann vil meina að sé engin ríkur á milli. Nei, alltaf eitthvað voða, það er allir svo líbó á Íslandi eitthvað. Og dipló, passa þess að segja ekki eitthvað. Þetta hlýtur á ríkur hérna á milli. Báður að selja samlokur og juice. Þegiðu maður. Nákvæmlega. Heyrðu þetta, Nonni? Jón Gunnar. Nonni Tattoo. The Tatman. Yippie. Lemon Boy. Hvað segir þú gott? Gísli og Eiríkur, hvað segir þið? Þið erum góðir en þú? Ég er bara frábær. Alltaf frábær til hamingju með ammali í gær. Já, hörðu, takk fyrir það kærlega maður. Hamingju með daginn, Tatman. Hvað gerir The Tatman þegar hún á ammali? Það var eitthvað ekki merkilegt í gær, sko. Ég var nú bara aðalega að grilla mig hérna eitthvað gott í gærkvöldum með börnunum og bara slagur, sko. Ég er nú með, kannski bara með smá veislum. Ekkert partí eða neitt? Já, ég er enda, sko, hérna í Íslandi er eins ás í næstu ykkur, sko. Ég tek smá veislu þá. Já, ok. Þá koma snurr og dura. Þannig að ef þú tekur afmælið þitt og Ísland saman, þá eru þið fertug. Já, takk. Ertu ekki fertug ára næsta ári? Og þetta er síðast árið mitt 30 og einhvað. Ég veit ekki alveg með það, en sjáum til. Hældi því Nonni Tattoo vera 40 eitthvað. Og síðan þetta er 50-saldurinn, sko, eftir hérna 2 ár, kallar minn. Já, þá getur þú sagt ég er Jón Gunnar Gerdal á 50-saldri. Já, en lúkar 25 eins og þú veist, sko. Basically... Vorum að segja það á hann, áður úr hindum í. Þú geti verið 19 ára. Já, takk fyrir. Basically, Lemon Boy. Já. Þú ert að deyja. Já, takk fyrir það. En vin eins og ykkur, þá er enginn þörf fyrir óvinni. Við vorum líka að ræða hversu rosalegt verður ammalið hjá The Tatman sem eru enginn betri að halda partí en þú og þú eru fertugs. Það verður einhvað maður. Sko, það verður sem ykkar lúra. Tígristýr og eitthvað regla. Já, tígristýr og... Tígristýr í leðjaka og kind í takkaskóm og eitthvað. Kind í takkaskóm, vel gert. En málið er að við erum búin að hugsa hvað ætlum að gefa þér í ammælisgjöf, Nonni. Já, ég sakna þess, ég fekk engan pakki í gæra, hvað er með í huga? Það er ekki pakki sem við ætlum að gefa þér. Nú? Já, af því að við vitum að því að Joe and the Juice viðbjóður og þá ætlum við ekki að fara þangað inn núna í 1,5 mánuð. Ekki, við ætlum ekki að stiga fæta inn í 1,5 mánuð. Þið eru svo lastið maður, mér finnst það Joe and the Juice ekki viðbjóð, byggjum bara þar. Bara fyrir þig. Og snöður og dura með alveg skotta sér inn í kringl og Joe and the Juice er vilja sko, mér er bara alveg. Af því að við vitum að þið finnst það ógeðslegt, þá ætlum við ekki að gera það. Ég er ekki að fara að gera, ég ætla ekki að labba þarna inn, ég get lofað þér. Hörðu, ég labbaði daginn, ég fór í kringluna í lemonbollu mínum, svo þú gafst mér. Hörðu, labbaði hinn á Joe and the Juice í lemonbollum og þessi 5-6 gæjar sem voru á þarna, stórðu á mig sem ég verið hálfvinn. Já, fyrstulega ef ég ætti lemon ball sem ég á ekki, ég myndi ekki gefa vakstrækta steikinni fyrir það. En eru þið búin að fara í það hvaða líkning nákvæmlega vantar í ykkur? Þeir eru bara að ringi Kára Stefáns og þeir eru búin að pinpointa þetta. Þið eru svo lastnir. Ertu ekki ánægð með þessa gjöf? Já, þú veist, jú, næðist þau. Þeir vilja fá okkur Joe and the Juice í guðuna bænum að. Ekki séns. Það er ekki séns, bara fyrir þig, Nonni. Þetta róta mig og íta mér hann inn. Róta ná mér hann inn. Það er ammælisgjöfin. Já, ég býð bara eftir að pantið þig fyrir helgin á dreðarna, jésús. Manst ekki líka daginn þegar vorum að fá okkur 2 kalda og þú sagðir að þú værið með sko staðfestingu á því að strákarnir á Joe and the Juice var að æla í juicin sinn. Þú má gleyma að sagður okkur það. Jú, ég bara gleyma, þetta var alveg stólið maður. Alveg stólið. Við erum bara alveg félagar nú. Já, við erum vinir. Þetta eru þrílíkir félag og gott að eiga ykkur að og takk fyrir ammælisgjöfina. Það er kári@islensk-erðagreining.co.uk spurningamerki. Við ætlum að gera, Nonni, við ætlum að gera sem að baðst okkur Við ætlum að láta það vera. En gaman að heyri, Nonni, og ég vona bara frábæra helgi. Já, takk sem leiðis. Og mundu bara 39 bara að tala. Bye. Já, við erum að gefa hún því líka gjöf. Já, ég veit það. Ég segja þess að svolítið fyndi. Ég fór nú bara að segja að ég var í kringlun áðan og ég fór á Joe and the Juice og fekk mér latte og engiferskott og það var mjög gott sko. Daginn eftir að Nonni átti ammali. Ég var bara búin að gleyma það.
Ég má glemma. Jesús Kristur, Auðun Blöndal. Já, Jesú ekki ánægð með núna, ég lofaði því. JC alltaf ánægð með þetta. Sel hér í FM 95 Blöð. Tveir harðið með ykkur til 6 í dag. Pældi því, Blöndal. Og við erum í fantagir. Næst þegar við félag viljum fá Sunshine, það er bara í maí á næsta ári, nema við fljúum út í Sunshine. Já, það er bara eins og góðum maður sagði, winter is coming. Það er svona að taka D-vitamin á hverju einasta degi. Hvað er langt í að dagurinn fyrir að styttast að, já, það er bara að fara dett inn núna. Það er að fara dett inn bara svartnætti. Já, mannst þetta ekki í síðasta janúar. Mannst við fórum á Nana Tæ í hátteginu hérna í janúar og það var dimmt. Maður lítið úr gluggan og það bara svo var nótt. Já, það er... Janúar, með fullir vinningu ef janúar er að hlusta, sucks. Það er persónulega skoðun. Janúar er ekki spennandi mánuður. Oktober tölvöld skori. Já, oktober, ég er ekki trættið við oktober. Nóvember er líka fít, sko, því að þá er að koma jól, ég er náttúrulega mikið jólabad. Já, þú er náttúrulega fára veikt jólabad. Desember æðislur. Ég ætla að gefa þér eitthvað góða jólagjöf í ár. Ég stekst fann að hugsa hana. Ég veistu það að sem betur fyrir erum við hættir að gefa okkur með öðrum jólagjöf. Ég sagði þér í fyrra, þegar ég opnaði gjöfuna frá þér, að ég myndi aldrei gefa þér jólagjöf aftur. Það er bara staðfest. Jú, við gefum hvað öðrum aftur í ár. Nei, ég hef ekki áhuga á 3. eða 4. myndin af þér. Þú veist, það er bara, ég kom með fullt vaskahós að einhverju myndum af þér. Eða þú ert ekki bera ofan með einhvern koktel og ert í einhverju jakkahós. Bara setja vegginn. Já, bara aldrei. Það er ekkert að veggjunum heima þau. Ég myndi frekar míga á hana. Þú vorst nú á einni af þessum myndum. Ég fekk að vera með á einni myndin eins og gafst mér. Mér finnst mjög gaman að fæði þvottu á þessu hjáður og sjá þetta þar, á vegg. Nei, hvað gastu mér áttu líka? Við munum ekki skiptast á jólagjöfum þetta við. Það er bara þannig. Takk fyrir að tilkynna það núna og brjóta hjarta með þeirri beinu útsettingu. Takk fyrir það. Þú ert svo lélugur að gefa gjafir. Hörru, hversu mikið kamin ég þetta með að snákan þessi fór inn í krónuna? Já, það var allt vitlaust. Þetta var krónin í Vallakór, það komið krónan bara við hliðin á heimilinu mín, ég tek eina mynd að labba það niður, mjög kósí. Og ég var í eins og búið í... Þetta er nú ekki góð auglýsing samt fyrir nýja búið. Jú, þetta er alveg auglýsing. Ég var í eins og búið í fyrradag og hún er æðisleg. Já, krónan er alveg fín búið, sko. Já, var ekki góð auglýsing, það er bara eitthvað dýr hérna skottast Þetta var ekki hundur, þetta var snákur og skrýður búið. Ein almennilega rækjusamloka, hugsa núna, snákur. Bara og sér þeir 15 metra langa kirkjuslöngu það ekki, sem bara er að kirkja hvernig úlingandi hodni. Horfðu á mig, er ég hinn almenna rækjusamloka? Málið er. Reyndar ég komin önnu mynd að snáknum, en sko fyrst þegar ég las þetta, hvað sem að, ég man ekki hvort það var Vísi eða MBL eða hvað sem það var, að þá var ógeðslega mynda ykkur bara slöngu með svona tungun úti. Já, máli, ef þú zoomar alveg på andlitin á henni, þá alltaf virkar þetta ógeðslegt, skilur. Þá virkar þetta mjög stórt en hún er tiny, þetta kvikindi. Og hérna, þetta er ekki, þessi snákur kirkir og drepur þannig. Sem að var í króninni? Já, þetta er kirkjuslanga. En hún er ekki eitruð, hann býtur það, getur ekki raskat. Og hún kirkir pínlilla mís. Þetta var halvu metr á lengd, tops. Ég veist málega, ég ætla að óska þess. Það er alltaf bara spúkið að sjá snák. Málega, það er svo gaman ég verið þarna. Málega, munurna mér og þér. Við höfum verið í króninu á þessu tíma, snákunum var þarna. Ég get lofi og segja hvað þið gæst. Þú var að labba með pókana, og þetta er bara að fara að labba út. Þú hefði mist pókan í gólfið og eitthvað Pepsi-dósa hún hefði sprungið og sprautast út allt og þú hefði hlaupið út. Það hefði verið blöð. Það er mjög líklegt. Það hefði verið svona. Ég sett á mig kúrigahattinn og farið í stuðbuksunar, alveg svo stífi örfinu og alltaf, ég var alltaf stuðbuksum. Og sen hefði bara snúið það niður. Og sett hann í póka. Þú varst ekki að setja það eitthvað byggu lítið. Já, 50 cm. Já, snúið þetta niður. Bara tekið þetta upp. Málið er, þetta er kornsnákur. Hann er bara svona hann er á kornökrum að skottast hörum að borða lilla mís. Já, en hann var í krónunni í dag. Þannig að þetta er rottusnákur. Þetta er eins... Já, þetta er basically bara svo bangsi að skríðum. Þetta var það hættulegt, dýr. Og fólk panikaði. Já, bara skrítið að sjá snák í búð. Fólk á að eyða meiri tíma að horfa á Discovery, minni tíma Bold and the Beautiful. Það er mín skilabóð. Talandi skilabóð. Dómarinn flautaði til leiks fyrir hálftíma, en þú getur samt hort á leikinn frá byrjun. Íttu á play og horfðu á frá upphafi með tímaflakki í Vodafone sjónvarpi. Fókus. Nýsending af Converse og Vans. Fókus Kringlunni og Smáralind. Vilt þú fara á landsleik Noregs og Íslands í undankeppni HM í boði Betsson? Eina sem þú ert að gera er að fara inn á Facebook síðu Betsson Ísland og læka síðuna. Þá ertu komin í pottinn og getur henni pakkafett til Óslóar í boði Betsson. Það er að koma. Alterna.
Langar þig að upplifa eitthvað nýtt? Komdu í slökun og láttu tásufiskana narta í þig. Við tökum við tímapöntunum í síma 547 7770 og á fiskspa.is. Fiss Spa Æsland. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Stöð 3 og Krakkastöðin verða í Kringlunni á morgun. Frábær skemmtun fyrir börnin klukkan 1:30. Tónlistaratriði, dans, andlitsmáling og blöðrur. Komdu og vertu með Stöð 3 og Krakkastöðinni í Kringlunni á morgun klukkan 1:30. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Tveir harðir í FM 95 Blö. Drake með Hold On. Hörðu, eitt sem ég ætla að ræða við því Auðun. Hvað er búið að gerast fyrir alla dagskóliðina sem voru hérna hjá okkur félögunum? Hvað meinar þau? Hvað meina ég? Þeir eru búið að taka þetta bóla út mjög lúmst stuðlæðin til dæmis. Það hefur ekki verið núna 3 daga. 3 förstu daga. Var ekki stuðlað síðast? Það var ekki Auðun. Hefur það ekki verið? Auðun. Ekki reyna, þú veist nákvæmlega að það var ekki stuðlað síðast. Af hverju ekki búið að vera stuðlað? Út að þú búin að bóla þessu út. Út með dasgrán á blaðinu, þú læna dasgrán upp þannig, alltaf að klukkan er að vera 6, ég segi blöð er ekki stuðlað. Það er bara ekki tími. Já, ok. Það er bara ekki tími. Ég vissi ekki að þú væri með stuðlað. Nei, ég held að það væri bara búið. Núna? Bara alltaf að vita að þetta er mjög særandi. Já, og hvað ertu með stuðlað í dag, eða? Já, ég er með stuðlað í dag. Ok. Má ég vera með það? Ætlar að bóla því út þessu undanfærið? Þú breyta hjarta mitt til leiðinu? Nei, alls ekki. Er það gott? Hvað er stuðlag? Ef það er sungið, þá er ég til. Það er sungið? Það er sungið, þá er ég til. Ok, þetta er sungið. Stuðlað í dag. Kannski verið mestarlega 4-5 lög sem hafa ekki sungið í blöð. Já, 4-5, það er bara 4-5 lögum og mikið. Það á að syngja í lögum. Nefnum að tala bara einhverja dillatónlist sem þú ert ekki að tala sko. En það er komið að sturglum staðröndum. Það er ekkert búið að bóla þeim út sem betur fer og þær eru 10 og þrælgóðar í dag. Ok. Og ég spyrði þig, Egill Einarsson, erst þú tilbúinn? Já, ég er klár. Hlustendur klárir? Já, þá bara byrjum við þetta. Jennifer Lane, ekki Jennifer Lopez, Jennifer Lane. Já, Jennifer Lane var með 32 ketti og 8 manneskjur í jarðaför sinni í fyrra. Kettinu var reynir aðni. Já, það er eitthvað sorglegt við þetta. Sátu þeir bara í stólum eins og allir aðrir? Það er einnig sem ég var að hugsa, mættu þeir bara í svörtu jakkafötum og það lítur að vera. Og það sorgmættir. Meðan þeir voru að klæðast svörtu. En þetta hefur verið svona cat lady. Og ég fór að lesa... Mástu að Ben Stiller í Súlandir mætti hvítu í jarðaförinu? Eini gæði sem verið hvítu. Ég þarf bara að horfa á Súlandir eftir. En hérna, já, en það stóð líka í þessu sko að það voru ekki allir kettinni þennar samt í jarðaförinni. Ok, ekki allir, komist ekki nokkur allir það? Nei, það fengur ekki allir hann og hún hefur átt sko einhverja 100 ketti þegar hún dóm. Það eru til svona kattarkonur sem bara elska ketti og... Já, en veist, er ekki nóg bara að eiga 1-2? Jó. 3, 10 og 2? Já, ég meina, þú veist með 32 ketti á heimilin þá getur ímyndaði bara skítaliktina. Og líka að setja 3 ketti saman, þeir slást non-stop, hvernig eru 32 saman? Já, það er góð spurning hér. Svo er það næsta, Kleopatra kunni 13 tungumál. Wow. Já, minnst það er svona, þetta er áhugaverð staðrind. Já, það er mjög impressive. Já, ég væri, það veist það, maður ætti að taka kvöldskóla og læra fleiri tungumál. Spáði eins og þurfum að fyrir spánar og... Já, ég þarf að læra... Það dettur alveg inn. Við kannski fyrir nú vonandi að þroskast upp og því að fara til Benidorm. Ég þarf að læra spænsku. Já, það væri rosalegt. Ef ég er ekki með þér, þá er ég í ruglunu. Þú getur bjargað þér hana. Ég get, svona samt. Kannski eftir 3 get ég komið okkur upp á hótel. Ég get sagt cerveza, búið. Sér hann að búið? Það er bættu por favor við og þá ertu strax úr aðeins, Kari. En bara, cerveza, er ég dónalegu þá að? Cerveza por favor. En er þess að flókið fyrir þess að Spánverja að læra ensku? Það kunna nú flesti Spánverja ensku. Ekki allir? Nei, ekki allir. Akkur læra þetta ekki bara? Akkur þurfum við að læra spænsku? Akkur læra þeir ekki bara ensku? Það er búið að talsetja myndir og svona. Já, Þjóðverjinn þarf að hætta að talsetja myndir og Spánverjinn líka. Það verður að hætta þessu rugli. Líka svo pirrandi að vera á hótelherbyggju og geggju bíómynd í gangi. Það vorum bara á þýsku eða á spænsku. Og líka, þú veist, pældi ég að horfa á Arnold. Partuna því að horfa á myndi með Arnold, hann er fuck you asshole. Það sé bara eitthvað gæk, það er bara þingja, ganda. Já, það er bara ekki að það er ekki af sexy. Svo er það næsta, samkvæmt sturluðum staðröndum að þá opnar þau mest í SMS-um seint á kvöldin. Þannig að þú sendir... Það opnar þau mest? Já, gagvart öðrum manneskjum. Okay. Og það er svolítið til í þessu. Þú ert svolítið að drita á mig skilaböðum á kvöldin. Er
Aldrei eitthvað geðvík. Það er ekkert sem ég get ekki opnað við þig sko. En ég var prófið í kvöld, taka ykkur á spjall í kvöld. Nei, það er ekki, þetta er huglega út að senda einhverju svo út feiminn við. Hvað heldur ég get ekki sagt þér það sem ég vil segja. Sorry, skýt ekki þið. En hefur ekki lent í þessu sjálfur að þú veist svona, maður er opnari á kvöldin og eitthvað svona, ég meina að þú ert opnari á sunnudagskvöldi einn heima hjá þér en á miðvikudaginn íbúin að pumpa bakið í ræktinu og það er svona einhver meiri væn nýmanni. Ég man sko til dæmis 3 ára úlingur þegar ég var upp á mitt versta í ruglinu mínu. Já, og alls byrja að skrifa einhverja sögur og einhvern bref. Já, ég var reyndar í fötum og skrifaði bref. Þá var það svona, sko, ég var stundum búin að ákveða til dæmis ef ég var skotin í einhverja stilpu að þá bara, veist, á kvöldin þá var ég búin að ákveða bara, ég segi það bara morgun. Svo þarf maður að vakna þá bara nýr dagur og bara glætan, hvað verður ég að spá hann í gær. Þannig að það er svolítið til í þessu. Ég held sko, með lýsingarnar þínar, hvernig þú varst sem úlingur, þá held ég satt mjög heppin í dag sko. Því að eins og þú lýsir þér, þá sé ég þig, sko, þú er 2 leiðir. Ég sagði aldrei neinum þetta sko. Nei, en ég held þessi bara við sjálf á mig. Já, er ég einhvern veginn... En hvað, er ég einn úlingur sem var ástofngin? Nei, þú varst bara, ég sé þig einhvern veginn fyrir mér, þú gæti, ættir að vera þannig gæi í dag bara út fyrir utan á einhverju stelpu, lagði bílum einhver aðeins fyrir utan á hann og verð með dagblæð og kleinurring og gleru og kíki sko. Þú veist, það er smá stolkara fílingur af úlingablöð sko. Nei, hann var bara feiminn, það voru allir skotin í stelpum og ég var kannski búin að ákveða kvöldin að ég myndi alltaf segja hérna daginn eftir, svo gerðist það aldrei. Ég get alveg lofaði því, ég var alveg eðlilegur úlingur, þó svo ég hefði lesið þetta ástæðbréfina fyrir þið, það var sennilega mín eina skita sko. Ég var ekkert eitthvað heima bara, ég sveif ekkert á vængjum sko. Mér finnst þetta skemmtilegt dagskrárveri minn okkar er Blood Tells It All, þegar vinninum var sögur ekki segja með sögur eða sko. Já, en hann er ekki í dag. Þú áttur að opna í dag, þú lofaði því að ég sagði þér alveg rétt kasínósöguna. Það er það hérna næsta. Því meiri tíma sem þú varir með fólki, því meira af slæmum ávönum þeirra tekur þú yfir. Já. Og það er mikið til í því. En samt, nú ætla ég að leyfa mér að vera ósammála. Út af því, nú Gylfi Þór Gylfason, sem var nágranni minn í mörg ár, enda fluttuð í Keflavíkur núna, hann er búinn að vera mikið með honum undanfarin ár og hann ropar og rekur við allan daginn. Hvað skemmtilegu þannig nýðurum hennu? Nei, sko, þetta er ekkert slæmt. Hann er á lausu, heldur þetta að segja harfbólum, þú sem bara segja þetta í hættur, maður ropi og reki við allan dag. Nei, út af því ég er oft út af þeim heima hlið við hlið, skilur, átt heim, og það er þykkur veggur. Ég heyr oft yfir, ég er inn í stofu heima, í tölunni, heyr og svona. Ég heyr hann ropa í gegnum veggin. Þú heyrið það væntanlega ekki frá Keflavík, samt? Nei, en fluttum við Kef núna, já, ég veit það. Þess ég segja, ég hef ekki, núna ropa ég ekki og mista dónaskapur. Já, ef ég spái til dæmis eftir að ég fór að vera í kringu þig í ræktinu og svona og eftir að við kentust, ég sletti miklu meira, þannig að það er svolítið til í því. Ég held ég að pikka ég það ekki upp af þér, eða? Nei, það var öfugt. Ég hef aldrei verið með einhver ensku slettur alltaf inn í, sko. En það er ég að reyna að hætta þeim. Okay. Svo er það næsta. Þessi hérna er mjög skemmtileg, talandi ketti áðan. Köttur sýnir rassin á sér ef hann líður vel í kringu þig. Ef hann líður vel með þér. Sný bara raskatun á þig og... Já, þannig að það er þá er hann að segja að þú toppmaður. Já, ef að köttur múna þig, þá er það að gera eitthvað rétt. Ok. Já, þetta er góða punktur. Ég alltaf finnst það að vera disk, sko. Já. Ég er með eitthvað kött og ég segi, hei, hvað segir þau? Gott. Og hann snýr raskatun í mig, sagði, hvað er málið með hann kött hérna? Hvað talar við ketti? Hvað sagir þau? Hei, hvað segir þau? Talar þau svona við ketti? Já, hvað bara eins og séu hundur eða barn? Já, ég bara... Hei, hvað segir þau? Málið er að kettir make you work for their affection. Það er að sé kannan bera verðingu verið köttum. Köttur þetta labbandi. Hei, hvað segir þau? Hvað ég segja það? Hvað segir þú við ketti? Já, Robert. Talar ekkert kött, bara svo hund. Hei, köttur, hvað segir þau? Mér finnst þú vera ómikið að halda með hundum núna í þessu stríði. Ég er algjör hundamaður. Svo er það næsta. En alltaf þá vitið það núti ef að köttur eru að snýr raskatan í ykkur. Ná, spæja ef þetta var eins með okkur fólkið. Já. Bara maður vitla það bara hörðu þetta rassin á mér. Svo er þetta mjög spes, en svona eru kettinir, þeir eru spes. 70% fólks tengir minningu við öll lög. Mér finnst svolítið hart að segja öll lög. Já, mér er ásamt minningar við fullt af lögum. Já, ég minna eins og því ég heyri Lasko, Something með Lasko, þá reyfast út sportkaffi fyrir mér. Mástu þetta sportkaffi? Já, hvernig er Lasko, hvað er að laga? Something wanna tell me I see it in your eyes. Mástu þið félagið vorum á sportkaffi? Þú nýmættur af króknum með strípur og allt á hreinu. Við höfum örgulega verið nokkuð oft félagið saman á sportkaffi.
Ég tengi top thumping I get knocked down, but I get up again og hugsa alltaf Benidorm með vinnunum þegar hún 17 ára. Já. Það eitthvað til í þessu, ég veit þetta ekki með öll lög. Svo get ég ekki fara að segja hvaða lög ég tengi við úrlingsárum mín því ég var að skrifa ást. Creed. Það eru 100% Creed. Það eru 3 stelpur á Sauðárkróki sem eiga allar eitt lag og rugla. En ég ætla ekki þá geðum við ekki hér, svo nóg neykslaðir. Já, en við vorum kannski að rekast á hvern annan á sporka þá hans að vita því. Já, ég hef mjög verið hlið við hlið, ég er svona lítið til hægri, þetta er huggulegur brún strípaður drengur. Kannski með langa að tala við, en ekki þóraði. Akkur er langa að tala við mig og þekkti mikið neitt. Bara myndalögur og sætur og skemmtalögur og eitthvað. Já, hvað er það? Því eldri sem það verður, því erfiðar áttu með að treysta öðru fólki. Það er svoleiðis? Já, samkvæmt sturluðum staðrindum og ég fór svona að bæla, það er alveg svolítið til í. Já, þegar maður, þú ert að baby og treystur öllum, sko. Já, líka bara út úlingur og svona, það treystur öllum í kringu þig eitthvað. Já, ég held að það sé rétt hjá Hrannarblöð. Já, að vera illa sofinn eða svangur eru helstu orsök fyrir reiði og pirringi fólki. Já, það er viðþreytt, þú sofa lítið, borða illa. Já, ég tengi aðalega við svangur, ég er mjög erfiður þegar ég er svangur. Já, þetta grínast. Þú ert ekki við að hæfur út svangur. Nei, ég verða það er bara þannig, ég ætla bara að vera blöð svangur, ég ætla bara ekki að opna með munnin fyrir að búin að klára matið sín, þá skal ég tala við hann. Já, ég myndi mér að setja það sem einn af mínu svona helstu göllum, eða hvað ég pyrra þegar. Já, og þú ert tvo gasmaðurinn, gasman, sem er að bodybuilder, sem er með í tónlistaferlinu mínum. Ég veit alveg hvað hann er ekki svo get pyrraður, nema þetta er bara prinsip í honum, hann borðar á 3 tíma fresti, punktur, og ef þú ert að gera eitthvað með honum, ég þarf að borða. Ég bara, nei, við komumst í þetta hálftíma, nei, ég þarf að borða núna, það er 3 tíma að borða þessi, ég þarf að borða núna. Hann líka alltaf með prótóntung á sér í bílnum. Já, út af því að það eru 3 tímar að líða. Ég hef aldrei séð þetta obsessed á þessi 3 tíma reglu. Þetta er að við þykkur. Já, svo kemur hér síðasta sturlaða staðarinn dagsins. Þú getur ekki hummað ef þú heldur fyrir nefið á þér. En svo núna er ég Þú getur ekki prófa að humma núna. Já, það er ekki hægt. Ó, það er yfir kellu. Þetta er ekki þægilegt. Þetta er mjög skrítið. Þannig að prófa þetta ef þið eru heima eða í bílnum. Takið fyrir nefið og reynið að humma. Það er ekki hægt. Sturlustaðarind. Þetta voru sturlustaðarindir þennan föstudaginn. Ég er með, þetta er kannski ekki sturlustaðarind, en þetta er staðarind. Þessi unga manneski er vel umdeild þessa dagana. Hún heitir Miley Cyrus og lagið er Wrecking Ball. Baksturinn og heimilistörfin fæst í Bíkó. Kíktu á okkur og skoðaðu úrvalið. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Er þetta ekki ekta dagur til að næla sér í lottómiða? 4-faldur lottopottur stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Oktoberfest í skemmtigarðinum í Smáralind, föstudagskvöld. Beer Ball Mode, 4 í liði, skemmtigarðurinn, Smáralind og Pepsi. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Þess að húsgagnabæklingurinn okkar er komin út, ætlum við að bjóða 20% afslátt af öllum vörum í bæklingnum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Vantar þið bíl? Auðveld kaup á næstuði í 9 bílum. Afísbílarnir eru komnir á bílasölu Reykjavíkur. Bílsöða 10. Stöð 3 og Krakkastöðin verða í Kringlunni á morgun. Frábær skemmtun fyrir börnin klukkan 1:30. Tónlistaratriði, dans, andlitsmáling og blöðrur. Komdu og vertu með Stöð 3 og Krakkastöðinni í Kringlunni á morgun klukkan 1:30. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakk. Jason Derulo en ég fíla þetta. Þetta er lagið Talk Dirty. Talk Dirty to me. Hvað minnar það með því svo? Það er eitthvað við þetta. I don't understand. Veit ekki, skilur það ekki. En hérna, Blondell. Já. Mást ég sagði á hann ég var með glaðning fyrir þig. Já. Það ég er alltaf að gera eitthvað fyrir Blö, þegar Blö
vinur minn. Já, sko, ég held ég sé búin að biðja bara síðan við byrjuðum með þennan þátt. Ég búin að biðja að vera ekki að gera neitt fyrir mig. Ég hef engan áhuga að þú sést að aðstofa mig í lífinu. Nei, ég er bara að gera það greiða, skilur. Já, ég vil ekki greiða hann. Ok. Read you loud and clear. En það sem ég er að gera fyrir þig núna, Blöð. Sko, ég er með fjarþjálfun fyrir fólk. Ég hitti fólk mikið í hverju viku. Og ég hugsa með mér, ok, hvernig get ég aðstofa Blöð með því? Og ég er með mikið að stelpum. Með fjarþjálfun? Í fjarþjálfun. Ég er með stráka og ég er með stelpur. Og ég alltaf þú veist, ég hef haft áhyggjur að þér. Þú alltaf varst ekki hrifin af first date dæminu, síðan með. Hefur áhugað með varandi þjálfun? Nei, ég er bara áhyggjur að þér. Áhyggjur að þér, sko. En málið að first date sem ég var að gera fyrir þig, sem var gert fyrir þig. Nei, það var ekki gert fyrir mig, það var gert fyrir þig. Þú kunnir enga veginn að meta það. Nei, skrítið. Það er enginn kunnað að meta það. Nei, og ég er með mikið að konum í fjarþjálfun, þannig ég hugsa nú, hvað get ég gert fyrir Blöð? Hættu þessu. Nei, sko, þetta er ekki slæmt. Sko, ég er með svona spurningalista, þú skráið þig og fara svona spurningalista, það stendur eitthvað svona, þú veist, hvað getur eftir oft í viku og er eitthvað meðslega veikindi sem ég þarf að vita af og svona spurningar bara sem ég viti meira manneskjuna á hann kemur. Sem ég gerði fyrir þig, Londale, ég laumaði 3 auka spurningum á allar konur sem að skrá sig, þannig sem að svöruð þig. Svo ég geti séðan komið og sagt þér niðurstöðuna. Þetta er basically svona rannsókn sem ég gerði. Ég veist skjafta þetta. Ég er að segja. Bílíkt bull. Nei, álurinn. Nú, hvað? Já, og þetta er... Og hvað var sem sagt þeirra stelpur sem var komið til þinn í fjarþjálfun? Já. Varstu með spurningar mig þar? Já. Af hverju í anskotum? Bara til þess að gera könnun fyrir þig. Ég bara hef engan áhuga á henni. Og þetta er alveg... Ég vil enga könnun. Já, sko, þetta er mannaði skemmtilega við þetta. Þetta eru konur öllum aldri, skilur. Þetta er ekki bara, þetta er alveg frá, skilur, ég er alveg með úlinga frá upp í fólki við 60, skilur. Þannig að þetta er, þú farið alveg... Það er að spyrja einhverja 14 á stelpur út í mig, eða? Þetta er bara spurningar. Hvað skoða spurningar er þetta? Ég er með 3 ár. Sérðu núna? Sérðu þetta? Þú veist okkur að glitra á ennun á mér. Að því nú bara líður illa. Það veist að ég er að fatta alltaf meira og meira. Mér líður brottast illa með þér hérna. Þú ert í einhver svona rugli. Þú ert ekki að selja mig og þá ertu... Nei. Sko, ég beðið að taka svo með en open mind, eða síðan. Já, ok, nú veit ég að það er að koma eitthvað ógið. Ég er eftir að setja lag. Nei, ég veit ekki að setja lag. Ég er að gera þetta fyrir þig. Það var þakkláttur einu sinni. Hvernig er þessar spurningar? Fyrsta var bara, hvað finnst þér að Blöð sér stundum með húfu inni? Og það þú ert mikið með húfu inni. Það ætlar að væli við því alltaf. Nei, við máttum að tala um þetta, við félagarnir. Og ég þá var ég með... Og varst það að spyrja konu sem er í fjarþjálfun hjá þér að því? Já, eins og veist. Ég seti þetta bara aftast, skilur. Aftast, neðst í spurningulistan. Og það var sér að glatað, mjög glatað og viðbjóður. Var með þessa valmöðleika yfir þessu. Sem þú bauðst upp á? Já. Já, þannig að það var ekki takt að segja að þeim finnst það ekki glatað. Það var glatað, mjög glatað eða viðbjóður sem kom til greina. Já, í þessari spurningu, sko. Þetta er voðalega, eina eftir eitthvað. Nei, og sko, það sem skemmtilegt er að núna hafa 10 sagt glatað, 4 mjög glatað og 1 bara viðbjóður. Þannig að það er dreila svolítið þér í hag. Já, af því að glata var skásta sem ég gætt fengið. Já. Sko, það er rugglega þetta. Og síðan er ég með eina spurningu. Hvað blöðin myndur þú velja? Næ, maður... Það verður hvað blöðin og hérna, ég er með 2 blöðina. Já, hvaða blöð ertu með? Ég er með 75 kg blöð með þykkt hár og 20% fita sem þú varst í strákunum og auðvitað sveppa. Eða 82 kg blöð, sköllóttan með vöðva sem þetta 230 fyrir hálftíð. Hættu þessu. Hver var þriða spurningin, Egil? Ég ætla bara að segja þér, 15-0. Já, ég mitt. Hver var þriða spurningin? Deadblöðin, vann, 75 kg blöðin. Akkurat. Þetta er mjög gott fyrir þig. Akkur ekki ánægð með þetta? Þú varst með hár hérna. Þetta er bara asnalegt á allan hátt. Þú vannst þetta, sant? Þetta er mjög gott fyrir þig. 15-0. Já, æðislegt. Það konu vildu þetta. Það er frekar að sköllóttan og búin að hugsa mjög líka með henn undanfærin ár. Mér fósaði fyrir það. Hættu segir. Og hvað finnst þér að Blöð eigi geðveikan áti og hús á Arnarnesinu? Spurningamæli. Og ég var með... Ég taka það til þessu. Ég hef ekki áhuga þessu. Vill ekki... Nei, ég verð bara að setja í svona 100. sinn, þá er ég ekki með hús þarna. Ég er bara með íbúð þarna niður. Nei, hvað, ertu eitthvað veikur? Það er hús, Það er að nýjasta frá M&M Berserk hér í FM 95 Blöð. Þeir að hlusta á 2 harða þennan föstu daginn.
Og við erum komin með góðan gest hingað í stúdíu. Við erum að fá föstudagslag í fyrsta sinn í langan tíma. Það er ekki Sverrir Bergmann, en það er annar stórkostlegur söngvari sem heitir Steinar. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Herðu, hvað er að gerast með þið? Það er lag hérna í spilun sem er orðið mjög vinsælt í okkur sem heitir Up. Yes. En með fullri virðingu þá vissi ég ekkert hvað þú varst bara fyrir 2 vikum síðan. Er það, og ég sé þú út ungur? Yes. Hvað ár gerir þetta? Ég er 95. 95, því líka veistla. Ok, ég man vel eftir 95. Já, það er 95 blöð. Já. Á, þetta sögur okkur ekki? Já, 15 ára, 2 ára fyrir ástabrif. Það er bara hannig. Hvað hérna, og ertu búinn að vera í tónlist lengi, eða? Ég er bara búinn að vera fikta við tónlist, sko, þú veist, frá því að mann eftir mér. En ég byrjaði ekki að taka þessu alveg, ég ætlaði aldrei að gefa neitt út, en svo einhvern veginn bara endaði þetta á borðinni á senu og þeir voru mjög spenntir fyrir því og... Okay. Já, og það er plata að koma bara jólin? Já, fyrir jól, já. Syngur á ensku? Yes. Og lag hérna sem er mjög vinsælt heitir Up, eða ekki? Ég er ánægð með að syngja á ensku. Það er miklu skemmtilega að syngja í það. Já, minnst það minn betra. Það er líka að þú ætlar að reyna að ná einhver ellendis eins og Of Monsters. Ég líka söng eiginlega einungis, en nánast eiginlega einungis á ensku. Ekki bara gerðu öllum þeim tónlistamönnum þann greiða sem koma eitthvað að spjalla verið ekki líka við það. Hvað mennur það? Ég söng á ensku. Hvað lag söngst þið á Bass Cup þá eða? Já, mætti ég á mig Get the hell out of the club. Og síðan kom Bass Cup, það var ensku til dæmis. Meira frelsi var enda á íslensku. Please, hættu að tala um En ho is hey hey hey. Já, það var bara ekkert. Það var ekki tungumál. Það er aðeins. Þú ert að vera niðurlega þessa hljómsveit eins mikið þú getur allt. Ertu byrjar að túra svona eins og Messenders Club gerði? Nei, ég er ekki byrjað því, sko. Nei. Við þurfum að fara aðeins yfir það, gamla minn, þú byrjar að túra. Þá byrjar rugglið, sko. Núna ertu bara hérna með slétta og fína húð og þú veist, fættu 95 og þú veist, býttu þangað til að fara að túra, sko. Þá þurfum við félagarnir að fá kaffibotla, sko. Ég get sagt að það er ekki fyrir alla, sko. Ég get lofaði því að blöð geti aldrei túrað um landið, sko. Og það er mikil óregla sem fylgir og þú voru bara að passa það, ekki dett í óregluna sem fylgir ef að tónlistarmaður. Það má ekki gerast Steinar. Nei, við þurfum eiginlega að passa upp að það núna. Við erum búin að gangi í gegnum með það allt. Þú ert ungur og nú er þetta bara að gefa út plötu og þú veist, nú fyrir mikið áreiti að koma. Ertu þá bara í skóla eða ertu að vinna? Ég er í Vestló núna. Ok. Já, þú veit það. Ertu að syngja á ásatíðum þar og svona? Nei, ég er búin að eiga mér skrautlegan skólaferil. Ég byrjaði Vestló í 3 daga eða eitthvað og fór svo í MR. Ok. Og var það í 2 ár, sko, svo ég er bara nýbyrjar í Vestló núna. Varst í Vestló í 3 daga og sagði, ég nenni þessu ekki, ég fann eitthvað annað. Fórst í MR, varst þar í 2 ár og sagði svona, ég nenni þessu held ekki eftir. Hvað aftur í Vestló? Þetta er skrautlegt, sko, ég var svona mjög óákveðin í byrjun. Já, og þú komin aftur í Vestló. En er þetta ekki þátt í einhverjum svona söngakefni þar og eitthvað svoleiðis? Nei, ég er bara búin að vera mjög low-key bara undanfarið, sko. Er ég bara eitthvað að leika á YouTube eða hvernig, hver uppgötvaði Steinarinn? Ég fór til mann sem heitir Kristinn Snær Agnarsson og hann kynnti mig fyrir Stefáni Erni Gunnlaugssoni og við fórum eiginlega bara að vinna pínu saman. Ég setti lögin og unnum við saman og svo kynntist ég Red Lights og einhvern veginn endaði þetta bara eins og ég sagði, bara á borðinni á sviðinu. Ok, geggja. Ætlar að bara kalla þig The Rock, ætlar bara að vera Steinar? Það bara, maður veit aldrei, við stefnum fyrir útlanda. Já, þú verður að vera The Rock. Rock er grjóthart, sko. Þú gæti fengið e-mail frá The Rock sem að verður að gefa skít og taka nafnið þess en það er bara að hafa það. En hvaða lag ætlar að taka fyrir okkur hérna sem föstudagsslag? Ég ætla bara að taka lagið Up. Já, fíla. Glæsilegt. Lagið Up. Þvílík veistlan er komið gítarinn. Hann er komið gítarinn hér í hönd, við höfum ekki fengið lag hérna lengi, þannig að þetta er bara virkilega gaman. Ef þú ert með hljómborð og get ég alveg bakkað upp. Nei, gerðu okkur það bara eitt greið, ekki stinga í samband. Þá segir ég bara take it away. Hanna, vel gert. Glæsilegt, virkilega flott og já, það er bara eins og við erum að spila þetta úr tölvunni hérna. Það var rosalegt. Já. Good job, Steinar. Ertu að spila eitthvað á næstunni? Getur fólk fara að sjá þig spila eitthvað stærra? Sko, það er eiginlega ekkert búin að negla neitt þannig sér niður en ég meina, fólk getur bara fylgst með kannski á Facebook og svona. Þú er líka duglegur í jólinn að plugga disknum og þetta. Já, kemur þið aftur til okkar. Kemur aftur okkur félagana. Ekki spurning, þetta var föstudagsslagi og það var Up með Steinari. Takk hérlega fyrir komuna. Og gangi er vel með diskinn, við fylgjumst vel með þessu. Við ætlum að fara í auglýsingar. Svo erum við reyndir að fara að syngja sjálfur. Við ætlum að keppa hvor okkar er betri. Brian Ecclepen, hann kom konunni svona óvart í Bandaríkjunum daginn með Breakfast in Bed og söng fyrir hana lagið Run með Snow Patrol. Við ætlum að keppa hvor okkar hefði gert það betur ef við hefðum gert slíktið saman fyrir konur okkar. Fjórfaldur lottobóttur stefnir í 30 milljónir. Leifðu þér smá lottó.
Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Eins og sængin yfir mér og þegar norður ég fer þá vil ég fá mér búst með þér. Keaskir, prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Ætlar þú að taka þátt í meistaramánuðinum? Farðu inn á crossfitkraftur.is og skráðu þig á grunnnámskeið 7. október. Stöð 3 og krakkastöðin verða í Kringlunni á morgun. Frábær skemmtun fyrir börnin klukkan 1:30. Tónlistaratriði, dans, andlitsmáling og blöðrur. Komdu og vertu með Stöð 3 og krakkastöðinni í Kringlunni á morgun klukkan 1:30. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM Topp tónlistarstöðin. We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burning one hell of a something. FM 95 Blöð, þökkum Steinar aftur kjallaði fyrir komina. Flottur strákur þannig að verð. Já. Virkilega góður söngvari. Ég sá það á honum, hann verður að hit. Já, séð á honum, sko. Topp maður. Og ég líka, ég öfundan pínu. Spæði ekki, bara hérna með gítari með sér, syngu bara, þetta var eins og verðum að spila þetta úr útvarpinu, sko. Svona virkilega góður söngvari með allt á hreinu, maður sagði hann bara með allt á hreinu. Basi, þú veist, hann kemur núna, fættur 95, hann á lífið framöndan, hann er ekki, þú veist, 95, ok, hann er 18 ára, þegar þú varst 18, þú varst mígandi á þig á Sauðárkróki. Hann labbaði hérna inn í stúdíu FM 957 með gítar. Var ég mígandi á mig? Nei. Og hann á Sauðárkróki eitthvað, hlaupandum og... Ég fekk kúpið minn 18 ára reyndar. Já, fekk kúpið þá? Já. Já, reynda verið að gefa það þá, varst þinn kannski ekkert með allt niður þann 18 ára? Nei. Það frekar það kannski 16-17 þú varst eitthvað skrítin? Nei, ég var ekkert skrítin. Hendur á rauðan kúp, þú veit er ég ánægð með kallið. Grjóta. Þú hendur ekkert á okkur ægó, það var bara sportbíl. Það var alveg saman hvað fjölskylda mín sagði við mig, það var allir búin að segja mér, þú ferð ekki að kaupa þér hennar bíl á 100% láni. Ég hélt það nú. Hversu gaman að fá lykil með hendunar og spóli í burtu. Hvað sem ekki leiður sem manninum. Þú veist það, með þess að sko, hann kom í Gísli, kerði bílnum söður, sko, hérna á norðursegi. Og hann kom þegar ég var á fótboltaæfingum, með þess að allir vinir mínu mun eftir þegar þessi bíl kom í fyrsta sinn. Varst ekki maður að segja öllum að það er bíl á leiðinu? Já, svo bara var hann hann og ég keyrði á honum heim. Like a new man. Hvernig var tilfinningin að fara fótboltaæfingu inn í rauða kúpin og keyra heim? Hún var æðisleg. Var ekki bara þess virði? Eftir á? Nei, svo tóku við dekkri dagar með hann bíl og erfið 5 ár. En sko það sem ég má eiga og það ekkert margir sem gera það, ég tók hann 100% láni og ég borgaði upp láni. Við tókst það á einhvern skrítin hátt. Borgar eitthvað 2-3 kúlur eða ekki fyrir hann að bíla? Við kvöldum 1,2 undir að borga 2,4 fyrir hann og selta hann á 200. Þetta var eitthvað ógeð sko. En það sem að ég öfunda hann líka á, hann kom hérna og spáði líka að vera í partíum og svona. Veist, það geta bara rifið upp gítarinn og geta að byrja að syngja. Og hvorur okkar getur sungið, en samt erum við að fara að syngja akkurat núna. Þegar við ætlum að taka hérna smá keppni, þetta nánast karaoke, en við köllum þetta Brian Eccleben keppnin okkar. Því að, sko, við þurftum að rjúfa útsendingu hér, það var þar síðasta verðsum. Ég veit meina að það hafi verið stórkostlegt moment í sögu FM 95 Blöð. Þegar við rjúfum útsendingunni. Því að hún, Anna Kristíne, kærast hennars, hún hérna var með status á Facebook að hann hafi komið og vakið sig með breakfast in bed og gítar og sungið. Já, hann kom bara með bakka að mat, lagði bakkan á eitthvað borð, tók sér hann gítarinn og vaktana
með lagi og þú spurðir hann einn á Facebookinu hvaða lag tók hann og hún skrifaði Run með Snow Patrol og það akkurat það sem við ætlum að gera núna. Við ætlum að syngja í 90 sekundur báðir og svo ringið þið í 511 og 957 og segið okkur hvor okkar hefði gert það betur. Keppni með 5. Þetta er unni keppni, hver er betri Brian Eccleston? Og ég veit, og ég ætla að segja reitt, svo sem vinnur það keppni fær eftirnafnið Eccleston í viku. Annars þú Auðun Eccleston næstu 7 dagana að ég er Egill Eccleston. Hvað heldur að þú getur bara ákveðið það? Nei, ef við vinnum, þetta er keppni hver er betri Brian Eccleston. Ég hef aldrei verið svona stressaður á ævinni, ég er ekki grínast. Vilt þú byrja eða? Þú ætlar að leyfa hlustundur núna að heyra ef að þú værir að vekja kærustuna hérna. Já, fólkskál ímynda sér, ég sé að læðast inn í Svefnherbergi með gítar, þú ert steinsofandi og þú vaknar við þetta. Fólki sem er hlusta, er steinsofandi. Gótt inn yfir. Það er komið hérna með hérna. Þannig að Egill byrjar, tekur 90 sekundur og tek ég 90 og komið ykkur í stellingar og ímyndið ykkur að Egill sé að vekja ykkur með þessu lagi. Tilbúinn? Ok, ég veit það, ég er í með magaverk. Ég ætla að gera það besta. Þannig er þú búinn að vekja þína kærustu? Ég hef haldið það er nokkuð þægild að vakna þennan. Ég reyndi að vera svona mjúkur sko. Það er ekki verið gott að öskra en fólk vil ekki vakna með öskur. Nei, þannig að svona hefðu þú vakið, hefðu þú verið Brynjar Már, þá þetta hljóma svona. Já, Brynjar Már, Eccleston, ég get verið Egill Eccleston í heila viku, Egil vinn. Ok, þá ætla ég í þetta og sjá hvernig þetta hefnast að mér, ég verð að vekja kærustu minni. Ok, þú ert að lappa inn í herbyggi núna. Já, ég sé hana svoandi. Þú ert að nærbyggsonum, út bara í gítarnum. Þannig er hún vöknuð og við erum farin í sleik. En gæstu ákveðið alltaf að tala við hana? Þú ert að lifa þinn í mómenti, við vorum að keppa við verðum að vekja konur. Já, ok. En það er 511 0957, fyrstur upp í 5 atkvæði. Það er annarkort Egill Eccleston eða Auðun Eccleston í Eccleston-keppninu okkar. Í viku. Já, í viku og við skulum opna hérna fyrir síman. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í Eccleston-keppninu okkar? Herði, þið er náttúrulega báðir ömmuleg. Hei, takk fyrir það. Þetta var ekki fallegt. En öll var betri. Þekki ég þig. Auðun Eccleston líka bara hljóma betur. Takk hérlega fyrir þetta. Ok, bye. Hún sagði að það er báðir ömmulegir. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvor fannst þér skárri í Eccleston-keppninni? Þið er náttúrulega báðir mjög góðir. Já, takk, glæsilegt, takk fyrir. Eiginlega ekki veit að hvað. Þú minn almáttuður. Þetta byrjar ekki vel, 2-0 fyrir Blöð. Þetta er gott, takk aðeins fyrir þetta. Oh my god! Hvað er að þér? Þetta er svona rosalega spenntur. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Þetta var svo hörð keppni, þannig að ég er með smá, mjög mikinn valkvíða, þannig að... Já, það er skiljanlegt. Hvor fannst þér skárri? Hvað segir þú? Hvor fannst þér svona aðeins skárri? Mér fannst skills mjög góður. Yes, þannig ég hlýtt að vinna. 2-1. Þannig að fannst þitt atkvæði? Já. Ég get jafn, og ef ég jafn þetta næst, I'm still in it. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í Eccleston-keppninu okkar? Ok, þetta var mjög erfitt, ég var að veikina. Mér fannst þið báðir óvinni góðir, ef ég á að vera hreinskilin. Ok, takk. Takk fyrir að ljúa. Takk hérlega. Nei, ég er ekki að ljúa. Nei, við stóðum okkur mjög vel. Ok. Já, miða við fyrir tíma, en ég held ég verði að velja þetta. Anna þekki ég þig. Ok, Róna. En myndir þú vilja, áttu kærasta? Nei. Nei, en ef þú ætti kærasta, myndir þú vilja vakna svona? Hann kæmi inn að syngja Run með Snow Patrol og... Þetta er eitthvað svo cheesy dæmi, sko. Já, ok, þetta myndi ekki heita. Þetta er ekki fyrir alla. Nei. Þetta er kannski of. Já, þetta er svolítið mikið, en það náttúrulega getur ekki allir verið Brian Eccleston. Nei, akkurat. Takk hérlega fyrir þetta. Það er 3-1 fyrir Blöð. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þitt atkvæði í Eccleston-keppninni? Herri, Blöndalinn breytti mig. Nei, það breytti ekki neitt. 4-1. Ég skal vekja það svona morgun. Ok, nú farum við að comeback. Takk fyrir þetta, Unnur. I need a comeback. Það er stærsta comeback í radio history. Auði Eccleston bara hljóma líka betur. FM, góðan daginn. Halló. Góðan daginn, þú miklu meistari. Mestari. Hvor fannst þér skárri í þessari keppni? Egill. Yes, þetta er meistari. Það er 4-2. Ég get jafnað þetta. Ég elska þig. Út meistari. Það er 4-2. FM, góðan daginn. 4-3 er frábært. Halló. Það er meistari. Hvað segir þú gott? Ég er bara góður. Ekki? Jú. Hvor fannst þér skárri í Eccleston-keppninu okkar? Herri, Öddi. Nei! Það þekkið þig 5-2. Oh my god! Þú ætlir ég ánægð með þig, maður. Takk hérlega fyrir þetta, Unnur. Já. Ok, það er komin, það er sigur í hús 5-2, þannig að
Já, ef annar okkar á að vekja stúlku með söng, Jesús, þá er það ekki þú. Þú getur heitið Auðun Eklöpen í heila viku. Ég ætla að heita út þáttinn. Nei, í viku, þú ert Auðun Eklöpen í viku. Ég ætla ekki að vera. Þá er velunin. Taktu velunum eins og maður. Ég hlýt að ráða hvað ég gerir velunum. Þú ert ekki lengur Auðun Blöndal, þú ert Auðun Eklöpen í 7 daga frá Messarsjökun. Ég er Auðun Eklöpen út þáttinn. Í viku. Hvernig líst þér það? Út þáttinn. Vertu þakkláttur fyrir að fara að nota Eklöpen-nafni. Það er reynda grjóthart nafn. Já. Ef þú mætti velja þér eins og hann reyndar ekki að velja, hann náttúrulega byrjað með stúlku sem heitir þetta. Hvaða svona eftirnafn myndir þú velja þér, Egill? Eklöpen. Nei, svona öllu ganni sleftu. Makanahi, líklega. Egill McConaughey. Það er ekki bara ekki að vota eitthvað um Matthew McConaughey. Hvað myndir þú vera? Pitt? Eða Clooney? Pitt er reyndar grjót. Hvað heitir þú? Auðun Clooney? Já, ok. Já, þetta er svona svo astnalegt, Auðun Clooney. En Auddi Pitt? Auddi Pitt reyndar sleppur. Auddi Pitt? Það er bara heldur gott. My name is Auddi Pitt and you ain't talking your way out of this shit. Akkur dömpar ekki Blondell og færði að vinna með eitthvað nýtt? Pitt? Það heiti Blondell. En þetta var Akkupen keppnin okkar. Ég þakka kjalla fyrir símtölun og atkvæðin. Við förum í stuðlagi og annað hér eftir smástund. Nýtt í bíó á About Time. Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðsöfund Notting Hill og British Jones Style. You can travel in time. Frábær rómatísk gammamynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Oh, shut up, you smart. About Time. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Korputorg 5 ára og heldur upp á það með blöðurum, salgætu og frábærum tilboðum helgina 4. til 7. október. Komdu á Korputorg. Óskaplega er það eitthvað dásamlega milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Oktoberfest í skemmtigarðinum í Smáralind, föstudagskvöld. Beer Ball Mode, 4 í liði. Skemmtigarðurinn, Smáralind og Pepsi. Stöð 2 kynnir með stolti glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. 2 harðir í FM 95 Blö. Slögurum. Þetta er Rihanna með sitt nýjasta nýtt og lagið er What Now. Flott, mjög flott. Það er Blö. Já. Sér eitthvað nýtt til kettlinn. Já, spæði, klukkan er 6, fljótt að líða. 20:06. Time flies when you're having fun, sko. Það er rétt, það er alltaf gaman en sér eitthvað nýtt til kettlinn. Sé ég? Já. Nei, jésús, er þetta eitthvað tengt? Þú varst í klippingu eða eitthvað? Það er hárið réttuða, Blö. Ég verið í klippingu morgun, svo 10 morgun. Alltaf sama spurðingin. Nei. Sér enga mun á kallinu núna. Og frá því hvernig það? Ég sá því í hádeginu í gær. Nei, ég sé enga mun á þér. Hvað á ég að sjá? Ertu bara... Það er mjög gaman að heyra þegar maður er nýbúinn í klippingu og þú farið eitthvað svona hefast í klippingu, flott klipping. Það er hrós, það er gaman að heyra. Þú ferð í klippingu á viku fresti, hárið það nær aldrei að vaksa. Ég sé aldrei neitt mun. Þú ferð 2 vikna fresti. Það er aldrei neitt munur á þessu. Annarkar fyrstu á klukkan 10. Já. Og það er gríðarlega munur og það er núna vanalega málið, Blö. Vanalega því ég strípa mig upp. Erum við bara að fara að ræða þetta? Nei, ég ætla bara að segja það er gríðarlega, ég var að breyta til. Munurinn er vanalega þegar ég... Þetta er ekki búin að vera með strípur allt eitt líf? Mest allt mitt líf, jú. Já. Sko, en málið er, aðferðin breytist. Vanalega notur hetta og letur hetta á þig og þykka flotta hárið þetta tekið í gegnum þykka, er þetta býð eftir höggi eða? Ég er útskriðað fyrir þau hvað þetta er og það er tekið í gegnum svona hellinga litlu götum og síðan eftir strípa Ég hef alveg farið í strípur, ég veit alveg hvernig þú veist, ég hef ekki alltaf verið skotað Ég man alveg hvernig þú farið í strípur, ég hef ekki útskriðað það fyrir mig eins og ég sé tæpur hérna eitthvað Nýja aðferð í morgun Og hverjum er ekki sama? Ég er að segja þér frá nýju aðferðinni. Ok, hvernig er nýju aðferðinni? Það var allt hárið sett upp í loft, stífgelað, sett síðan svona litin á svona álpappír og álpappír svona nuttað yfir hárið. Það var ekki gegnum hettuna í morgun. Ok. Hvað finnst þér það? Bara ótrúlegt. Það ekki? Jó, virkilega spennandi. Hvernig varst þú síðast í klippingu? Hvernig fór ég síðast í klippingu? Ok, ekki klippingu, í snóðun. Ég sé að þú snóðar reglulega. Já, það er bara... Ég er að sína þér áhuga núna, ég er áhuga saman. Þú hefur engan áhuga því hvernig ég snóða mér. Ég er mikinn áhuga þið. 5 dagar síðan eitthvað, bara vel yfir. Hvernig gekk?
Æja, þegið þig. Ekki þykjast þar af áhuga á bara hvernig ég snóða mig og hvernig... Hvernig fórstu í klippingu að gera þetta heima það sjálfur? Þeir eru drullu sama. Nei, ég að sínus áhuga. Já, þú voru að þykjast sínus áhuga. Færði í klippingu að gera þetta heima að fara á stofu? Bara, veist... Fara á stofu? Eftir að Svessi fór með vélina, þá kík ég oft á Ragga hérna félagið með bara ef eitthvað stóðsast niður bæ. Þá tekur hann 2 mínútur. Já, 2 mínútur klipping. Pældi gott að græða, þú veist gott að græða mikið cash að vera sköllóttur. Já, alveg rosalega. Veistu hvað það kostar og mikið tími að fara? Það tekur mig 1,5 tíma. Fyrst þessu morgun, Robby var frí og Sigurður að klippa mig. Ég ætla með hjá honum. Ég var 1,5 tíma. Akkur snóðar þau ekki bara ef þetta sparaði svona og þú öfundar mig svona af þessu? Þetta var 90 mínútur sem þetta standi í þessu. Þetta var bara hita, það var hita strípunar. Já, en akkur snóðar þau ekki bara? Okkur snóðar þú þig ekki bara? Ég snóðar. Já, þetta meina, ok, vill meina að ég geti sparað með cash og tíma ef þú snóðar mig. Já, það er mjög góða punktur. Varst ekki öfundar mig svo rosalega? Jú. Já, en ég ætla að spyrja, við vorum að ræða hana, hérna áður að byrja að ræða klippinguna henni. Til hamingjum hana, frábært að fara í klippingu í morgun. Takk fyrir. Hlustendur eru alveg í skíunum með þetta. Hérna, varstu búin að sjá þessar 9 flugur hérna í Kína? Já, guð minn almáttugur. Sem eru búin að drepa hvað 20-30 manns. Þetta er eitthvað svona killing, wasps. Killing wasps. Já. Það er svona stór, þetta er svo mús með vangi, þetta er ógeðslegt. Ég hef aldrei séð svona stóra flugur. Nei, ég bara, því las, það er sumar svona greinar eða myndir sem maður sér, maður fæ bara svona óþægindar hroll einhvern veginn og ég fekk það eftir þetta. Nei, sko, meðan við hversu hræddur ég við venjulega geitunga hérna í Íslandi sem eru svo nögl á stærð. Já. Ef þetta kemur hingað einhvern tímann. Ef einhvern tímann kemur frétt hérna, ég fer hún á Vísið MBL og það mynda á þessu flugum og það eru mættar til landsins. They have arrived. Já. Ég fær þá er þetta bara búið og það er bara búið með. Þá stimplaði ég bara út, þetta er bara komið gott sko. Þá er ég bara farin. Ég fær hrollur til. Þá fætti ég Grænlands eða eitthvað. Já. Og það er enginn getur eitthvað þar sko. Nei, þetta er viðbjörn. Ég ætla ekki að heim í landi þessi flugur eru. Og ég ætla aldrei aftur, aftur. Ég ætla ekki að fara til, hvað er þetta, Kína eða ekki? Hvað hefur komið þangað? Nei, reyndar ekki, en ég er ekki að fara þangað, ég lofa því sko. Þetta er versta auglýsing fyrir Kína, það er enginn að fara þangað sko. Það er ekki ein vel að lenda þær í dag sko. Út af þessum flugum? Já, ég get lofa þær, þú sást þetta? Það er alveg skelfilegt maður, ógeðslegt. Með Avil Nation, virkilega flott lag sem er þetta ekki mjög vinsæltir að menn eru, veitu hvað er að gerast hér? Þetta er að læra henni heim og það fór á snemmast enn eina ferðina búljaru stuðlagi úr þættinum. Hvað meinar? Hvað er í gangi hérna? Hvað meina ég? Nú er klokkan, þetta verður sama alltaf. Þú er búin að bóla stuðlagin út með því að hvað er það að gera? Enn eina ferðina ertu búin að þétta dagskrána það mikið að ég fæ ekki stuðlagið mitt. Ákveður bara, hún er ekki orðin sex. Takk fyrir það, Blóni. Nei, ok, förum í stuðlagi núna. Já, Blóni. Ég er ekki að hafa það í fílu hérna. Ok, push it. Push it. Gleima þessu. Þú eru alltaf að ég push it. Já, push it. Það segir push it real good. Push it real good. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Stuðlagið. Það er ekkert komið gott af DJ Muscle Boy. Þetta er svo góðu trailer maður. Ég er búinn að vera á kvílan. Alveg frábært. Ég sett hann smá ís. Já, ok. Hvað ætlar hérna,
hinn síkáti DJ Muscleboy að bjóða upp á í dag? Hinn síkáti. Málið eftir að við fristum aðeins Muscleboy og ég ætla að keyra hann aftur í gang, þá sjálfsögðu keyri mér þjóðverjan. Okay. Hann kom ekkert annað en þjóðveri til greina í dag. Nei, með mitt. Jan Kristjansen. Eða eins og við félagarnir köllum hann. John Wayne. Ekki segja við félagarnir. Segja bara John, ok, eins og ég kalla hann. John Wayne. Og Mad World. Er það gamla góða Mad World? Mad World. Já, þeir eru búin að keyra það vel upp, sko. Það er að málið að það sem meistari John Wayne gerir, blöð. Hann tekur ágætt lög, keyrir þau í stuð nærbuxur. Það er það sem hann gerir. Taktandi fyrirmyndar. Ég er búin að finna þetta einna. Já, þetta er náttúrulega með 1,000,000 views. Já, kemur það óvart það? Já, kemur verið óvart. Detective John Wayne. Já. Það eru meistari. Er það bara að playa það? Já. DJ Muscleboy þennan föstudaginn. Þetta er rosalegt lag. John Wayne með Mad World. Já. Lík veistla. Getur þú satt mér hérna hjá hvað plötu fyrirtæki er John Wayne? Hann er hjá German Electric Dance Music Producer. Já, ég get sagt það. Þeir eru ekki að leggja mikið metnað í myndböndin hans. Þú ert alltaf að drölla yfir vídjóin hjá þessum meistum. Ég meina budgetið á þessu, kannski 15 skall. Það er eitthvað lukkutröll á röltum bæinn að dansa, þetta er viðbjöður. Það er mjög gott koncept, strax fyrir það. Hvað er þetta lukkutröll að gera þetta? Þetta er eitthvað hákall að dansa og svo koma fleiri lukkutýr inn í þetta. Já, finnast sem ég eirt. Finnast það sem þú heirt? Þú ert ekki svona að horfa á það? Nei, ég er bara konceptið þið fyndið. Þetta er glata, sko. Hvað hefur á móti Detective John Wayne? Ekki neitt, hann er frábær. Þetta var stuðlag dagsins og þetta var þáttur dagsins. Rikki G. mættur hingað í stúdíu og ætlar að taka við okkur. Það er, við erum komin í helgafrí, strákarnir. Verðum mættir hér á mánudaginn, ég og Björn Bragi klukkan 4. Takk kærlega fyrir hlustunin í dag og já, bara alla vikuna. Og Egil, takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn, Auðun Aklupenn. Alltaf gaman árum þér. Já, ég er Auðun Aklupenn eftir í heila viku. Ég öfundaði þig. Þú veist ekki hvað öfundaði mikið. Winning is my fuel, men við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinni heim. Það er eitt gammalt og gott að byrja hérna áðan. Þetta er King Coolio. Egið góða helgi, kæru hlustendur og heyrumst á mánu. Verðu þrennt í einu. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunar, veldu þína stöð og þá færðu alltaf 10 króna fastan afslátt hjá orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Tilefni þess að húsgagnabæklingurinn okkar er komin út, ætlum við að bjóða 20% afslátt af öllum vörum í bæklingnum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Bátur mánaðarins á Subway er skinkubátur og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Allt fyrir heimilið á einum stað. Tröppur, hillubúnaður og annað hagnýtt fyrir heimilið á lægra verði. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Krakkastöðin fylgir með áskrift að Stöð 3. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM